Í þessu stutta myndbandi ætlum við að fara yfir notkun á afar hagnýtu og tímasparandi forriti sem að í ofanálag er ókeypis á netinu og heitir Capture, C-A-P-T-U-R-E. Þetta forrit má nota til dæmis til að taka skjáskot af skjámyndum eða hluta skjámynda í hvaða kerfum sem er og ýmist líma þetta skjáskot í til dæmis tölvupóst, Word-skjöl, Excel, í Facebook-póst eða vista niður á tölvunni hjá okkur. Til að finna forritið er best að fara inn á Google og leita eftir Capture TechSmith. Hérna myndum við svo, þetta er forritið sem við þurfum að nálgast, ýtið á hlekkinn sem kemur upp hérna og þá fáum við þennan glugga upp. Þá er beinast við að ýta á free download og velja svo það sem við á, hvort sem það er við Windows umhverfi sem við erum að vinna í eða í Maca. Og þar sem ég er með Windows þá ýti ég á Windows download og hérna sjáum við hvar það halast niður eftir hvort það er Chrome sem ég er með, þannig að þess vegna kemur þetta hérna í vinstra horninu eða í Internet Explorer eða Firefox. Þá gefur hann upp þennan valmöguleika hérna og það er bara yes, I accept og svo continue. En ég er nú þegar með þetta í tölvunni hjá mér. Þannig að til þess að finna forritið förum við hérna og leitum inni í Windows-kerfinu og leitum eftir það sem heitir Capture. Það er komið hérna upp og til þess að byrja að taka mynd, þá er annaðhvort ýtt hérna á Capture eða Shift og hnappinn F11. Og við ætlum bara að prófa þetta. Hérna erum við komið með mynd sem að við viljum taka skjáskot af, en við ætlum að bæta síðan aðeins inn á hana. En til þess að byrja þá ýti ég bara hérna á hnappinn. Þá verður skjárinn svona hálfsvartur. Ég vel hérna svæðið sem ég ætla að taka og hérna get ég ýtt á annarkvort að taka mynd eða taka myndband, en svo get ég líka valið að byrja aftur að það er svona hálfhringur eða ýtt á X, bara fara út úr í. En við ætlum að vinna með myndina núna. Þar kemur þetta svona upp. Hérna hef ég möguleikann á því að bæta inn á myndina. Það stækka þetta aðeins. Ég get notað þennan hnapp og highlighta eða yfirstrika hluta af textanum. Ég get breytt lit hérna. Ég get notað örina. Það er eitthvað sérstakt sem ég vil benda á og ég get sömuleiðis breytt lit af henni. Ég get sett inn texta og hérna get ég valið hvernig litur er á textanum og hvað stærð er og svo hef ég nokkurt úrval hérna af liturgerð og svo get ég fært líka til allt hérna, ég fattaði sem nei, þetta á að fara í hina áttina. Hérna gerði ég óvart auka ör, þá fer ég bara í undo. Það sem ég vildi gera, ég vildi færa þessa þannig að hún væri að benda frá textabóksu. Nú svo, það sem ég get líka gert, það er ég ýta hérna á shape, þannig að þá get ég rammað inn einhvern ákveðinn hluta. Ég vil bara ramma inn þetta því ég vil leggja áherslu á það.
Já, eins og ég sagði áðan, þá er hægt að ýta hérna á undo og þú vilt afturkalla síðustu aðgerð, eða síðustu aðgerðir. Þegar skjáskotið er tilbúið til deilingar eru nokkrir valmöguleikar í boði. Einfaldasti kosturinn er að ýta á copy eða afrita myndina og líma þá inn á þann stað þar sem á að deila er. Þá er hægt að vista eða að nota myndina síðar og svo að lokum þá er hægt að hlaða myndina upp hjá á þínu svæði hjá Capture þar sem annars vegar verður til hlekkur á myndina sem hægt er að deila og hins vegar kóði sem hægt er að líma inn í HTML svæði á heimasíðunni. Það sýnir ykkur hvernig þetta virkar. Hérna er ég að hlaða upp á mitt svæði hjá Capture og ég ætla bara að fara beint í að opna þetta svo ég sjáu hvernig þetta kemur út. Og hérna er myndin og ég myndi fara í að deila. Þá get ég annars vegar kópíað hlekkinn og límt hann þannig ef ég ætla til dæmis að deila svo á Facebook. En svo það sem ég get líka gert, ég get afritað hérna textan hérna og þessi kóði sem að ég get síðan límt inn á HTML svæði á heimasíðum. En ég ætla nú að fara aftur tilbaka. Ég ætla bara að afrita þetta núna. Þá fer ég bara í Close Preview. Og svo ætla ég að líma þetta hérna inni á Excel-skjal. Og það sem ég geri, ég geti annarkvort ýtt á CTRL og WAF eða þá hægri smelt hérna og bara paste. Þá er myndin komin. Þannig að það væri, og það er sama hvort það er í Excel-skjal, Word-skjal, tölvupóst, Facebook eða hvar sem ykkur hugnast. Ég vona að þetta hafi gagnast ykkur og jafnvel hafi komið til með að nýta ykkur þetta í framtíðinni. Takk fyrir.